Hey folks og velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa og Já. í dag verður hjá okkur Hinrik Ólafsson sem að hefur gert eiginlega allt sem hægt að gera í listabransanum og ferðabransanum. Já, og hann leikari. Já, hann fyrrverandi óperusöngvari, leikari, að má eiginlega segja hann sé kvikmyndagerðamaður fyrir prófilm, hann hefur verið leiðsögumaður og ég veit ekki hvað hann hefur ekki hann að gert. Þess vegna fáum hann svona oft til okkar því að hann hefur frá svo mörg að segja. Já, þetta mikill ferill. Já. Hvað ertu að gera í dag? Já, góðan daginn, drengir. Já. Góðan dag. Já, ég er nú mest í ferðarþjónustunni eins og vel flestir íslingar eru að fást í ferðarþjónustu. Já, ég og konan mín. Já, Meðal, þú ert í ferðarþjónustu og meira og minn allt samfélagið er undirlagt af ferðarþjónustu. Já. En ég er að vinna við ferðarþjónustu eins og er svona að mestu leyti þessa dagana og eins og þú tíundar hérna og þú sagðir ég hefði verið óperusöngvari. Já, veit. Já, kannski má nefna það þannig, en ég lærði óperusöng allavega, en ég get nú ekki sagt að ég sé óperusöngari. Nei, það er eins og ég er vísindamennta en ég er ekki vísindamaður af því ég er ekki að gera neinar tilraunir núna. En allavega svo hef ég fengist við kvikmyndagerð, sem sagt bæði sem leikari og svo líka bara hinum megin við tökuvélina, það er að segja öfugu megin við leikaran. Já. Að ýmsum toga, ég hef verið í framleiðslu og svo ég hef framleitt efni sjálfur og skrifa handrit að heimildamyndum og ýmsu öðru. Já, hvað finnst þið skemmtilegast á fástu? Já, það er náttúrulega bara eins og það er sko, það er ekkert að það. Er það ekki stundum bara þannig að tilbreyting er skemmtilegust? Jú, allir það ekki. Og það er náttúrulega ákveðin svona forréttindi að hafa fengið að fikta við þetta allt. Þú hlýtur líka að hafa gríðarlega yfirsýn eins og til dæmis ef að segjum að einhver leikar og leikstjóri væri að deilum eitthvað eða eitthvað slegist, þá getur þú kannski svolítið séð báðar hliðar. Já. Ég hef nú svo sem ekki komið að kvikmyndagerð þannig að það sem að leikar eru annars vegar. Ég hef meira verið í svona heimildamyndagerð. Ég vann hjá Prófilm í mörg ár. Þar sem við vorum bæði að gera heimildamyndir hér á Íslandi fyrir erlendar sjónvarpsstöðvar. Já. Og þannig að það voru kannski ekki beint leikarar þar. Það voru kannski meira viðmælendur og vísindamenn og fólk með einhverja sérgáur á einhverju sérsviði. Og svo notuðum við dýr og náttúruna. Já. Það var kannski aðeins auðveldar heldur en að vera með leikara á setti. Já, þarft minna leikstýra vísindamönnum og þeir eru... Já. Það segir mér að þessar heimildamindir hafi fyrst og fremst verið svona náttúru vísindatengdar eitthvað, eða ekki? Já, þú náttúrulega lest þarna inn röddin er það ekki á Iceland's Favorite Places sem er bara einna mest seldu geisludiskum allra tíma á Íslandi. Já, DFT-diskast þegar þeir voru hétu, þá held ég að það hafi nú verið, því hétt Iceland Favorite Places, þá voru það svona... Það sýndu við yfir 100 staði á Íslandi sem gast svona valið á disknum. Nú er þetta dottið út, þessi DFT-diskur, þannig að... Já, DFT-diskurinn er eiginlega orðin svolítið eins og snældan. Já, bara eins og, Úrelt tæki. Úrelt tæki, sko. Já. Það fer að líða því að svo kynslóð átt er að stöpp sem að segja, býtu, hvað er DFT? Já. Já, þetta er eins og, það var alltaf svona mynd sem að sýndi blýant eða penna og segulsnældu og það var sagt, ef þú veist hvað þetta er og hvernig þetta passar saman, þá ertu, þú veist, fættur fyrir 1980. Svo spurning bara hvort að DFT-diskurinn koma aftur eins og hljómplatan. Já, það geti gerst. Það er náttúrulega alltaf safnarar sem að vilja safna og eiga svona, eins og ég þekki eitt sem að Bjarni Gautur sem er oft hjá okkur í flæðiskerinu, hann safnar vídeóspólum og ég veit ekki alveg hvort mér finnst þetta fáránlegt eða krúttlegt. Það verður krúttlegt. Eða skynsamlegt. Já, ég held að það verður krúttlegt eftir svona 10 ár. Já. Sko, ég gerði þá með einn skissu að á námsárunum mínu þá átti ég ansi mikið plötusafn af hljómplötum, vínil og svo vantaði mig pening og það var á þeim tíma sem að CD-diskurinn var að koma og ég gerði þá reynskissu að selja þetta frá mér. En það var náttúrulega til þess að eiga fyrir brauðinu en maður sér eftir í dag. Já, þú væri kannski 10 kílóum léttari og 10 milljónum ríkari. Nei, bara maður verið ríkari af því að hlusta á tónlist af vínil. Það er allt öðruvísi að hlusta á tónlist af vínil heldur en á í þessu stafræna formi. Það er bara staðrind, alveg sama hvað fólk segir. Ég er náttúrulega svo hékomagjörn og svona með þýska konu að ég hugsaði að þetta verður að hugsa að selja þetta setna á meiri pening, ekki að þú ætlar að njóta þess. Nei, þetta voru ekki svo miklu peningar. Ég held að mér hafi bara vantað pening til þess að eiga fyrir. En í dag getur þetta verið meiri peningar, hugsaðlega. Já, en ég hugsa þetta ekki í peningu. Ég hugsa þetta ekki í því, sko. Þannig að ég er svo illa gerður að þessu leitum til að ég hugsa aldrei peningana fyrst. Þessum ertu listamaður? Nei, þessan er ég að gera ýmislegt. Það
Það frumlegasta sem ég hef séð í menn geraði plötusann sitt, það að breyta því í gólfefni og hafa gólfinu og svo bara sett svona plexi-plast yfir. Já. Svo þetta bara fínasta gólf, rosa flott. Já, ég væri frekar, Heil íbúð, sko. ég væri frekar til að hafa það á hillu og hlusta á það. Já, mér finnst þitt Setja undir eiginlega- nálina, Já. góðri stund. Já. En þessi allavega gestliskur sem að vonandi þá kemur bara á YouTube eitthvað tímann úr því að í rauninni gestliskurinn er DFT-diskurinn úreldur. En þetta var samt alveg frábær diskur af því að þú gast svona sendt einhverjum útlendingum sem hefði ekki komið til Íslands þennan disk og þeir gáttu skoða hann og þá langaði þá að koma og skoða landið. Já, við gerðum nokkra svona diska. Eitt sem að sýndi alveg 100 staði á Íslandi í öllum fjórðungum. Helstu staði í helstu fjórðungum og fólk gatt svona vafrað á þessu. Já. Svo gerðum við líka disk íslenska hestin. Já. Það sem að var svona, ekki svona beitt diskur það var gangtegundirnar, það var hvaðan hann kemur og hvernig hann ólst upp og hvernig hann er að alast upp í landinu. Og svo var þetta ferðalög á hestum og svona. Þannig að þetta var svolítið svona eigulegu diskur og eigulegt efni, en þetta náttúrulega efni má segja, eins og við tókum í því formati sem við tókum það er ekki gilt í dag, sko. Já, Því það upplausnin í dag er miklu, miklu betri og þetta er svo fljótt að gera, sko. Þetta við gerðum þessa diska fyrir tæpum 10 árum síðan. Já, en þú ert hestamaður Já. ofan í grunn, er það ekki? Jú, Alveg alveg. frá því þú ert krakki? Já, alveg fyrir hestum og er í hestum og hef áhuga á hestum. Ég hef bara áhuga á öllu sem að hefur með íslenska menningu að gera. Já, það var náttúrulega kjörinn til þess að verða síðan leiðsögumaður og einmitt svona kvikmyndagerðarmaður landið. Já. Og þessir hestar líka, þeir hafa rosalega sjarma fyrir útlendinga og það er oft þegar maður leiðsegir svona í rútu að þá vilja þeir stoppa og fóðra hestana og þá eru þau öll heiminn lifandi og gefa rosalega mikið þjórfé ef að þau fá En það er náttúrulega segin saga, margsögð saga ætlaði ég nú að segja, að ef við hefðum ekki haft hestin og kindina, þá væru við sennilega ekki hér. Við sem vorum með umbóðsmann íslenska hestin sem þeir. Já. Íslenski hesturinn, hann hefur bara ásamt sauðkindinni, stórun lita, er bara eitt af okkar grunnstóðum. Já, ég segi þetta alltaf í leiðsögninni af því að fólk spyr oft hvað ræktuði og hvað ræktuðu allir þessi bændur af því að allir á Íslandi voru bændur eiginlega í gamla daga og ég sagði að það væri ekki hægt að rækta svo mikið til dæmis núna er rétt svo hægt að rækta gulrætur í Pétursey með því að nota svart plast til þess að halda hlýjuninni og það er aðeins hægt að byggja einhver staðar og svona en við lifðum eiginlega bara á kindinni. Já. Og ég segi sko þetta er svolítið snúist við að nú er fólk að kalla hana sko public enemy number 1 af því að hún étur grasið og það blæs í burtu eitthvað. Já, það er nú bara fyrir. Vanþakklæti fyrir að halda í okkur lífinu. Akkurat. Já, en hún kannski heldur ekki lífinu í okkur í dag. Nei. En breytt, það er kannski eins og með íslenska hestin, sko, eftir seinni heimsstyrjöldina, þá var hlutverk hestsins bara búið sem vinnudýr og sem dýr til að flytja fólk á milli staða. Já. Og íslenska hesturinn var nánast útdauður. Já, okay. Rétt eftir stríð og það var bara einfall út af því Íslendingar voru að komast inn í hinn tæknivædda heim og þetta dýr hafði bara ekkert hlutverk svona eins og asíski fíllinn, svo ég tala hann því ég gerði eins og heimild með félögum mínum asíska fíllinn þar hefur það gerst í Asíu, í Tælandi og er að gerast í Indlandi að hann er að verða hann hefur verið burðardýr og vinnudýr og hann er að verða ónauðsynlegur og hann er landfrekur svo við talum fílinn og þess vegna er hann að eiginlega deyja út sko. Og það gerist hérna á Íslandi með íslenska hest. Já, ekki sem húsdýr, sem vinnudýr. Það er alltaf erfiður sem húsdýr. sem vilt dýrur og þeir eru orðnir frekar hættulega skilst mig líka því þeir eru mitt fílar eru gáfaðir og þeir hafa reynslu og þeir eru svona í mæðraveldi. Það er skemmtilegt að það er til meðraveldi í heiminum, ekki bara feðraveldi. að það er svona formóðir sem heldur grúppun þeirra saman og þau geta kennt hvora öðru upp á þessu marki og mér skilst að viltir fílar sér mjög hættulegir því að þeir eru farnir að vera hrættir við menn sem voru alltaf að fanga þá og allt þetta, þeir hafa svona vonda reynslu. Já, sko, ekki bara viltir fílar, það er líka asíski fílinn er eini fílinn sem að þú getur ekki tamið afríska fíl, það er ekki hægt. Ekki með góða móti. Það er bara ekki hægt. Ég hef séð einhverja sem voru á hestbaki á honum en það er undantekning. Ég hef ekki séð það, en asíski fílinn hefur verið tamin í ykkur 5.000 ár. En það sem er að gerast í Asíu með asíska fílinn er að hann vantar land og hann er landfrekur þeir fátækustu eiga fílana og þeir eru að missa landið
þannig að hann sjálfsagt verður asíski fíllinn og hann bara degi út hægt og rólega. Já. En svo förum aftur að með íslenska hestin, það svolítið merkjald með íslenska hestin að hann, sem rétt eftir stríð, þá var hann nánast sko að degi út, en þá voru svona menni eins og Gunnar Bjarnason sem var ráðunautur þá, hann eiginlega bjarga á hann með því að koma með þessa hugmyndum að fara að flytja hann út og gera afurð úr hann og hann byrjaði að flytja hann til Þýskalands. Þá kveiknaði áhugi Íslendinga aftur á að, eða bænda aftur á að fara kannski að rækta hann. Já. En það sem gerist svo í Íslandi að Íslendingar fá allt í einu frítíma sem þeir eru ekki haft í 800 ár. Með bættum lífskjörum. Með bættum lífskjörum og borgarsamfélagi og fólk fór að flytjast úr sveitum í bæi og þá fóru menn að líta á hann sem svona frístundarhest. Já. Það það sem bjargar hann. Það það sem hann í dag í rauninni. Sko. Það það sem hann í dag fyrst og fremst. Fyrir frístundir og fyrir ferðaþjónustu og útflutning. Já. Og í kvikmyndir. Já, ég að segja það. Hann farin að nýtast í svona frístundir. Önnu verkefni. Já. En mér skilst sko að þegar ég byrjaði að vera leiðsögumaður þá var maður einhvern veginn búin að heyra þessa klísju svo oft að hann sá eini hesturinn í heiminum sem getur tölt og eitthvað. Og svo heyrði ég bara þetta bara bull. Það fullt af öðrum hestakynum sem geta gengið á mjög svipaðan hátt. Já, en ef þú ætlar að fara mjög tæknilega út í þetta. Já, gerum það. Þá íslenski hesturinn, hann eini sem getur tölt á svokallum hreinum töltgangi. Já, þannig að þetta var ekki alveg vitlaust. Nei, það eru hestar til dæmis í Suður-Ameríku sem meðal annars Paso Fino. Þeir geta tölt, en þeir geta bara tölt svokallega bunditölt. Það alltaf binding, eins og við hestamenn segjum, það bindingur í. Það er aldrei svona laust eins og íslenska hestinum og annað. Hann hefur bara einn hraðamöguleika, sem sagt erlendi hesturinn sem getur tölt. Íslenski hesturinn hefur eiginleika á að tölta hægt, á milliferð og yfirferð. 3 gíra. Þannig 3 gíra á þessari gangtegund, en hann 5 gíra á alla gangtegundir. Já, akkurat. Þetta er mjög áhugavert fyrir mig. Já. Og svo annað við íslenska, ég meina við getum eitt þessu þætti í íslenska hestinni. Já. Við erum komin langlega en það bara, þú veist, íslenski hesturinn fyrir mér bara stórkostlegt dýr og einstakt á jörðinni. Þetta er frjósamasta, ég held ég geti fullir, þetta er eitt frjósamasta húsdýr á jörðinni. Já. Hann þolinn, hann úrræðagóður, hann nýtinn á fóður og bara, það er ekki að samlíkja íslenska hesturinn við önnur hestakinn. Hann algjörlega sér á báti. Hann virðist vera aðlagaður aðstæðanum, hann fær þennan vetrafeld á veituna, ég veit ekki hvort að hann var þannig áður þegar að menn fluttar inn fyrst og einmitt eins og segir, hann þolinn og hann á auðveldra með gangi eins og í ójöfnu hrauni og svoleiðis heldur margir hestar. Hann náttúrulega aldrei að fara að vinna kappriðar við eitthvað svona svarta fólan eða eitthvað. En ofbóðslega svona einhvern veginn seigur. Já, flest öll hestakyn allavega í Evrópu og hluta til í Bandaríkjunum eru svo kölluð þeim hefur verið kynbætt af öðrum hestakynum. Þau gerir það, svo ég tala um svona bara eins og sérfræðingur, þá missur ákveðna eiginleika úr þeim frumstofni sem þú nýtur. Íslenski hesturinn hefur ekki verið blandaður í 1000 ára, 1100 ár síðan land byggðist. Já, og bannað að flytja hesti inn. Og þar leiðandi heldur hann þessum eiginleikum. Vonandi ókanna framtíð. Þess vegna þetta mikið gimsteinn sem við eigum. Já, maður fyllist einhverju svona stolti þó maður hafi ekki haft neitt með þetta að gera. Það eitthvað svona við þetta. Þetta eitt talandi verðmæti í þessu landi. Alltaf að tala fallvötnin og jarðvarmann og mannauðin og allt það. Jú, það gríðarlega auðlind, en við eigum líka auðlind í þessum húsdýrum okkar sem við erum að passa upp á. Því að þau eru öll einstök. Já, og passa upp á þýlitum til að þessi dýr eru viðkvæm fyrir sjúkdómum, það að segja utanakomandi sjúkdómum og við þekkjum það með íslenska féð með riðuveiki sem kom hér fyrir 100 ára síðan og sem við getum ekki losna við virðist ekki vera og það íslenski hesturinn alveg viðkvæmur sko. Já, þannig var þetta líka með fólk í rauninni í gamla dag eins og sér bara alla indíánar sem dóu í Ameríku vegna kvefs og flensu og svona sem kom. En einu sinni þá var ég með konu frá Mongóliu með mér í svona bara rútuferð og það var svo áhugavert að henni fannst það svo frábært að henni fannst Ísland svo líkt Mongóliu að þessu mörguleiti að því hesturinn okkar víst skildastur mongólska hestinum og henni fannst bara svo margt eins þegar ég sagði, þú veist, já, Íslendingar lifðu svona, þú veist, eins og við átum hrútspanga og svið og eitthvað, já, líka í Mongóliu að hirðingjarnir þar, þeir hafa gert mjög margt sem svipað eins og íslensku bændurnir gerði í gamla daga. Já, ég held að sé alveg hægt að tala um að
þó það séu nú ekkert sannað en það er talað íslenski hesturinn eigi uppruna sinn til Mongólíu. Já. Það er mjög líklegt. Svo hafa hann blandast hestakynjum í Skandinavíu þarna einhverjum hundruðum ára fyrir landnám. Já. Og þessi víkingar sem komi hingað, þessi landnæmi sem komi hingað til Íslands, þeir byggu nú meira og minna í Norður-Noregi eða í miði-Noregi einhvers staðar. Og hafa sjálfs notað þennan hest þar því að hann sterkur þólinn og sparnittin og fóður. Amen. Getur staðið úti allan náttúrulega ring þannig lagað og þetta þeir hafa ákvað að taka þetta hestakinn með sér vegna landslegu Íslands og bara aðstæðna. En íslenski hesturinn ég held ekki fullyrt að hann sé frá Mongólíu upphaflega. Já, það er ekki ólíklegt. Ef maður horfir bara mongólsku hesta þá er ekki ólíkir. Nei, en þess að við mongólska hestinn, hann hefur ekki töld. Hann getur bara þessar 3 gangtegundir. Hefur ekki íslenski hesturinn bara lært þetta út af þúunum hérna? Jú, tilenga sér aðstæðu. Og svo, eins og ég segi, hann hefur haldið í, ég menn það er hægt að færa einhverja sönnun fyrir því að það voru til hestakyn í Evrópu fyrir miðaldir og miðaldir sem gátu töld. Maður getur séð það bara á gömlum veggjamyndum í Róm, þar sem maður sér einhvers konar biskupa eða páfa eða á einhverjum hestum sem eru á töld gangi. Já. En svo getur það líka mikið að myndir verða villandi eins og þetta með að víkingarnir hafa verið með horn á hjálmunum. Já. Það er svona þessi stærsti miskilningur víkingana, það var einhver einn listamaður sem teiknaði það ekkert og þá voru þeir alltaf hafið með horn og núna jafnvel þó þú vitir þetta þá eiginlega bara neyðistu í markaðsetningu til að hafa horn á víkingahjálmum bara til að fólk skilja, þú veist að tala víkinga það sína miklu víkinga þannig að víkingaháttíð og eitthvað í Hafnarfirði þú veist og verður að hafa horn á hjálmunum. Nákvæmlega, en svo er náttúrulega íslenski hesturinn, hann er alveg stálminnugur og það þekki þeir sem hafa til dæmis verið að fara í göngur á sama hestinum kannski í 4-5 ár og þá er hesturinn fann að uppgöta það ef ég er að fara þessi leið þá á ég að gera þetta og þú þarft eiginlega ekki að stjórna honum hann bara fer þá leið sem að hann er vanur að fara á þessum árstíma Nákvæmlega. Ég hef nú sjálfur upplifað þetta, ég ferðast mikið á íslenskum hestum. Já. Og ég sjálfur upplifað þetta með maður lendir í þoku ykkur staðar upp á hálendið upp á fjalli ykkur staðar og maður er með rekstur af hestum og þá er nú oftast besta leiðin að sleppa taumnum bara að láta hrossið hvert á að fara. Ég hef heyrt það að menn hafi gert þetta í gamla daga þegar þeir voru viltir upp á fjöllum í myrkri að þoku þeir hafa bara sleppt taumnum. Já. Það er einhver eiginleiki sem að þetta yndislega dýr hefur svo höfum að finna sinn veg. Svo höfum við náttúrulega líka ákveð einstakt sauðkyn það er forystufé. Já, sem er einstakt. Það er þessi ég var að segja á hann, þetta með húsdýrin okkar sem forfeður okkur komið. Þetta er bara íslenski hundurinn, hænurnar, kindin, geitin, við hefum ekki glemað íslensku geitinni. Já, sem er útrýmingahættu. Sem er nánast útrýmingahættu, já. Ég sé Facebook síður sem að heita eitthvað björgum íslensku geitinni eða eitthvað álíka. Já, og það er fólk hér á Íslandi sem er að reyna að bjarga þessum stofni, sem er einstakur. Já, svo hún hefur kasmíröll geitin. Svo er eitt sem að ég tel að hafa verið mikið mistök. Það var villifé, sem var orðið bara villifé á tálkna. Já. Það var skotið og það er svolítið synd því að þarna fé sem hafði aðlagast og gott lifað vetur úti allan tíma. Það var stór merkilegt. Já. Þarna er eitthvað svona dýravendunasjónamið í gangi. Já. Já, það er nefnilega eitt sem að margir vita ekki til með sauðnaut. Þau eru skildari kindum heldur en okkur öðru. Þau eru ekki naut. Þau eru skildari kindum. Þarna er svona stutt greinlega í þetta hjá kindinni að geta lifað bara núti. En það sannaðist þarna. Það hefur búin verið einhver ár og var orðið bara eiginlegu stofn. Og í stað þess að taka stofnur og rannsaka og ég taka þetta erfðaefni sem að gera það verkum að það gátt lifað út og nýtt í okkar stofn að þá ákvað menn bara að farga þessu mikil mistök. Já. En svona er þetta, já. En já, svo veit ég þekki nú eitt sem er svona hestatemjari eða sem hefur verið að vinna á íslenska kvikmyndir hann er svona dýrahaldari í kvikmyndum. Já. Svona sérum hestana og dýrin. Og hann segir að íslenski hestur sé líka námsfús í þeim skilningi þú veist, í svona mitt kvikmyndum og sko, öll hestakyn eru eins í grunninn saman hvert við lítum en það sem er einstakt við íslenska hestin að þú talar um þessa námshæfileika hann elst upp í hjörð oftast það er að segja
þegar hann fæðist þá hann í einhverju stóði og við hefum möguleika á því að ala fólaldið upp og það elst upp í þessari hjörð þar sem það ákveðin svona valdastruktúr og þetta lærir íslenski hesturinn fólaldið má segja frá upphafi og þess vegna hann námsfús og hann skilur hvar sín mörk liggja þess vegna hann auðtaminn erlend hestakinn flestöll þau eru ekki alin upp í hjörð alin upp á litlum bleðli þar sem það kannski 2-3 hross, 4 hross kannski mestalagi og þá læraðu ekki þetta að vera í hjörðinni að vera í þessu samfélagi sem að hestar eru og það flókið samfélag. Já, en það dýr sem að alast upp svona í hópi verð oft miklu gáfaðri og náttúrulega félagslegri augljóslega. Nákvæmlega. Eins og þú veist, hundur í rauninni miklu þægilegra gældir heldur en köttur. Já. Verður miklu meiri vinir þín og svona. Já, og þetta er eiginleiki sem íslenski hesturinn hefur haldið og við höfum ennþá möguleika á að gera. Það að ala hann upp í hjörðinni og með þessa víðáttur sem við eigum og það er dýrmætt, það er verðmætti því. Svo höfum við nú kannski líka bara fengið lúmskar svona kynbætur á íslenska mannstofninum í gegnum hestana því það koma svo margar konur frá Þýskalandi og Svíþjóð og svona Noregi og á bóndabæjum með hesta og svo giftast þar íslenskum mönnum. Já, meina íslenski hesturinn hafa haft með kynbætur á Íslendingum að gera. Já, það er svolítið merkilegt. Ég vil þakka honum fyrir það. Þetta er góð, þetta er ekki kenning, þetta er staðreynd. Þetta er staðreynd nefnilega, Það konan mín þýsk og hún hefur oft verið spurð bara hvar ég sé bóndi. Já, einmitt. Bara eins og það sé bara allar þýska konur koma á bóndabæi á Íslandi til að vinna og giftast bóndanum síðan. Já, akkurat. Þú hefur ekki sagt að þú væri bara bóndi á sviði. Ég hef ekki getað svarað því að hún spurð þegar ég ekki. Sérst væntanlega strax á mér að ég engin bóndi. Hún oft spurð hversu miklu eldri maðurinn sé og hvar hann sé bóndi og hvar hann eigi hesta og eitthvað svoleiðis. Já, þetta kemur að stereotypunum bændur að þeir séu svona gamlir svona. Já, líka bara að þú veist einhverjar þýskar ungar konur komi hérna og giftist gömlum bónda, þú veist. Já, akkurat. Þetta svona ákveðið rómatík í þessu. Já. Ákveðið frelsi. Ég þurfti ekki að vera á neinu hestbæki neinstæðar til að ná henni. En hver svona, ef þú horfir á framtíð íslenska hestins, hvernig heldur þú að hún verði framtíð íslenska hestins hérna á Íslandi? Mun hlutverk þess breytast ennþá meira? Já, það sem að gerast svona ef við tölum bara þessa hestamennsku sem stundið hérna á Íslandi, það eru gríðarleg gróska í kynbótastarfi og sala á íslenskum hestum, hún svona rokkar alltaf, svona þetta fer næstu til genginu og svoleiðis. Talandi ferðarþjónustu, þá rokkar þetta svolítið eftir hvernig gengið og hvernig krónan staðsett, en hún nokkuð stabil. Ég held að séu svona cirka 2000 hestar fluttur út á ári. En þetta skapar gríðarlega atvinnu, þetta skapar það að menn geta búið sér til viðværi í kringum hestin og það ekki bara að rækta hest og temja, það líka að halda námskeið fyrir bæði Íslendinga og útlendinga. Hér landsmót meðal annars haldið, það landsmót núna í Reykjavík í byrjun fyrstu vikunni í júlí. Það annar landsmót sem haldið í Reykjavík og á svona landsmót kannski 40% útlendingar. Já, það er svona mikið. Og þegar landsmót eru gríðarlega vegleg. Já, og það koma á landsmót, það verið að koma þetta 7, 8, 9, 10.000 manns undanferðin landsmót og stór hlut af því útlendingar. Já, það kannski talað of lítið þetta meðan við kannski eins og Iceland Airwaves eða eitthvað sem að fær fullt af útlendingum hingað inn, en þetta miklu fleiri sem koma að horfa á íslenska hestin heldur en Airwaves. Já. En þetta er bara eitthvað sem Íslendingum finnst sjálfsagt og þetta kannski svolítið heimóttaskapur í Íslendingum, svona minnumáttakend, en svo megum við ekki gleyma því að það eru hestalegur út allt, það ferðast á hestum útlendinga upp alla koppagrundir á sumrin. Algjörlega. Og svo eru hestalegur opnar meðal annars hér á Suðvesturhorninu og annars vegar á landsbyggðinni sem dregur til sín, ég veit nú ekki hvað það eru mörg þúsund manns, en það eru tegur í tugum þúsunda sem koma og fá sér eða fara á hestbak í klukkutíma á þessum hestalegum. Það náttúrulega líka nokkuð ljóst með ferðabransa að allan til lengri tíma þá þarft að byggja með einhverju sem einstakt fyrir þitt land og þitt svæði. Já. Þú veist, þú græðir ekkert túrista á því að setja fleiri McDonald's staði eða eitthvað svoleiðis. Nei. Þú vilt hafa eitthvað sem af hverju eru að koma til Íslands frekar en einhver staðar annar staðar. Já. Af hverju koma til Íslands frekar en kannski segjum Noregs eða Svíþjóðar eða Grænlands og það þá meðalans vegna hestins og sögunar og alls. Talandi ferðarþjónustu almennt. Þetta eitt af því sem við þurfum
við höfum svo sem gert það en við þurfum að gera það ennþá meira núna því mér finnst við standa svolítið á tímamótu núna í ferðarþjónustunni. Nú ferðarþjónustan ekki gömul starfsgrein á Íslandi. Nei. Ef við segjum að á 50 árum hefur verið að þróa ferðarþjónustu þá er hún svona alvöru þjónusta á síðustu 10 árum. Það er að segja á svona heilsarsgrunni. Síðan hrunið varð, þá virkilega tók þetta stökk. Já, og við þurfum svolítið að líka að hugsa út í það hvað, hver og eitt sem í ferðarþjónustu, hvað það sem dregur fólk hingað. Við vitum það náttúran og það menningin og allt þetta, en það ýmislegt annað líka sem við þurfum að fara að hugsa núna. Núna vitum við það og við höfum alltaf vitað það að við koma náttúru og það svona viðkvæmi staðir sem að margir eru að fara á en við þurfum líka að benda fólki á það með mikið meira líka í þessu landi sem áhugavert að skoða. Það er að segja ekki bara náttúra, við eigum til dæmis handrit. Hvar eru handritin okkar? Já, okkur þau ekki upp á borðum. Ég myndi halda þessu geymd í stofnun Árna Magnússonar. Alls konar bækur. Eru þau sýnileg? Nei, ég tek þetta sem dæmi því að sko handritin eru hluta af okkar hvað maður að segja af okkar bakgrunni og við byggjum okkar identity, hvað heitir það á íslensku aftur? Við byggjum okkar sjálfsmynd á tungunni og bókmenntaverkunum okkar og þar eru handritin, þau eru ekki sýnileg sem mjög bagalegt. Já, sérstaklega sem að Þjóðminjasafnið hérna rétt við hliðina. Já, og svo eigum við þessa rituðu sögu sem stórmerkileg en við eigum voðalega lítið til þess að sýna fólki af þessari ímynd okkar. Við erum með vikingarsafn, einhvers konar vísir af því í Reykjanesbæ, við erum með einhver svona litla sögu hérna á Sagamuseum hérna í Reykjavík, við erum með landnámssetri í Borgarnesi og þar með það upptalið, svo hefur við stöng en við gerum alltaf lítið úr þessum uppruna okkar. Nákvæmlega. Ég sammála því af því að maður sem leiðsögumaður segir alltaf við komum frá þessum vikingum og þeir geru þessa hluti. Íslendingarnir þó að þeir hefðu eiginlega enga peninga og engan pappír þá samt voru þeir mikil ritþjóð, þeir skrifinir alltaf sögur á kálfaskinn í myrkruna af því að það var svo mikið skammdegi og maður lýsir þessu svo vantar svolítið að fólk geti séð það sem maður talaði um. Þú getur fengið betri upplýsingar hvali á Íslandi. Það 2 hvalasöfn á Íslandi og hvalaskoðun heldur vikinga. Eða forfeður okkar. Svo líka annað til dæmis að ég bendi, ég verð nú að játa, ég ger oft grín að vikingamyndin sem þú lést í The Viking Saga. Þú myndir eiginlega flingja mig og þú myndir heyra ekki mér hvernig ég ger grín að þeirri mynd. En við eigum bara eiginlega eina svona alvöru bíómynd sem var gerð eftir alvöru vikingasögur og það útlægin, Gíslasaga sem frá 1981 eða 3 eða eitthvað svoleiðis. Af hverju hefur ekki verið gerð nein? Jú, ég meina Hrafn Gunnlaugsson gerði vikingamyndir. Já, en þær eru ekki eftir sögum. Nei, ég er ekkert endilega að segja þessar bíómyndir, þær eru góðar og gildar en það sem ég er að benda á hér í samvændi við kynnum okkar arf allir með segja svo bara með handritin, þetta á að vera við eigum að setja pening í það að sýna fólki þessi handrit og það er svo mikla afleiður af þessu. Já. Leið að við sýnaðum handritin þá förum við inn í bókmenntir og nútíma bókmenntir á Íslandi eru mjög áhugaverðar. Við þurfum ekki að bara horfa á Arnald Indriða og svo bara aðra fullt af öðru rithöfundir sem hefur verið að þýða út allan heim. Þetta er svo mikla afleiður bara ef þú fer með fólki í gegnum eitthvað svona stórfenglegt safn þar sem þú getur sýnt þeim 1000 ára gamla bækur eða hvað eru nú gamlar og talað þessar sögur sem eru einstakar að það kallar á áhuga einhverja annars konar hliðarmenningu við þetta. Já, það er satt. Þegar þú ferð á staða þá oft ferð að skoða. Og nú er ég ekki að gera lítið úr eins og safninu í Borgarnesi, landnámssetrinu sem stórkostlegt og Sagamuseum sem hér í Reykjavík. Ég er ekki að gera lítið úr því að það stöng eða eitthvað en við þurfum bara handritin það eru gimsteinarnir. Já. En þetta er lokað eitthvað starf. Mér finnst samt svona aðeins of lítið af því að ég bendi fólki á sögunar og segi það er ein þarna á YouTube og það er Gíslasaga Sússonar og þau getur fundið hana með text og sliðis til þess að horfa á og ég segi þetta er alvöru, byggt á alvöru sögu að mér finnst það að hafa svona miklu meira gildi heldur en kannski að horfa á Hrafn Gunnlaugssonar mynd sem er skálduð sem er ekki, hitt er skáldað en það er bara skáldað af nútímamanni. En svo er annað í þessu. Mér finnst það vant að það séu allar hína Njálssaga og þetta fólk getur bara horta á þetta á netinu. Já. En svo er náttúrulega annað í þessu sem í sambandi við margt að þessu sem er svona
víkingatengt sko. Það er svolítið fín lína á að gera þetta smekklega og svo ósmekklega. Já. Það er að segja að menn ætlar að búa til einhvers konar víkingahof eða það sem fólk getur komið og skoða svona húsakynni sko. Við erum alltaf stöng sem er frábært og allt það, en þetta er svolítið fín lína að þetta verði ekki svona einhvers konar Disney-væðing á þessu sko. Já. Ef við erum að tala einhvers konar svona staða sem fólk getur komið og skoða húsakynni eða vopn en þetta vantar. Já, einmitt. Og ég er búin að vera í ferðaþjónustu í 20 ár og ég er oft spurður að þessu hvar, svo meðum við ekki gleyma Eiríksstöðum sko í Dölunum, það er frábært en þú veist, það er bara meira af þessu sko. Já, ég held að ég geti tekið undir það að það væri skemmtilega að hafa meira sýnilegt. Já. Það er miklu betra að geta sýnt, ekki bara sagt frá, heldur líka bara sýnt. Já. Svo, Málið sko. já, þetta er nú svona, það er ekki betta í þessu. Já, en það er að koma auglýsingar. Þáttur Blöðskýrið heldur hér áfram eftir smá stund. Hjá okkur Hinrik Ólafsson, leikari, óperusöngvari, svona áhugasamur, óperusöngvari, leiðsögumaður. Já, ferðarþjónustu frumur, getur við kallað líka. Og Rökkvi Vistarsson, Jóhann Kristján heiti ég. Komum hérna í skammastund. Blöðskýrið útarpisögu. Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Vistarsson hérna með mér. Og Hinrik Ólafsson, leikari, áhuga óperusöngvari, hestamaður og leiðsögumaður, hann er það hjá okkur. Og Rökkvi. Já, við vorum að spila smá víkingalag og við vorum að tala víkingamyndir. Já. Hinrik hefur leikið í einnig svo leiðis en ég veit ekki hvort að hann vill mikið tala hana því að hún er í miklu uppáhaldi á mér þessi mynd. Já. Þú ert að vitna í Víkingasögu eða Vikingsaga, fyrsta Hollywood mynd sem er gerð á Íslandi. Já. Og fyrsta svona stóra bíómyndi sem er gerð á Íslandi og er kannski upp að þessum erlendu bíómyndaflæði sem hefur verið að koma hérna eins í 2 áratug. Já, því að nú sér maður að náttúrun í Íslandi er svo stórbrotin að það er allir að keppast að koma inn og taka upp Batman og Justice League og hérna Tomb Raider og James Bond og ég veit ekki hvað. Það er kannski ekki margir sem vita en þessi Vikingsaga sem var gerð hérna 1996 held ég að það verið 95 Já. Það er fyrsta að mér minnir fyrsta mynd sem er framleitt New Line Cinema sem er eitt stærsta kvikmyndaframleiðendur í stúdíó eða framleiðendur í Bandaríkjunum. Já, þeir eru með Hringadrottninssögu seinna og alls þetta er fyrsta pródúsurinn og það er náttúrulega að segja langa sögur þessa mynd og bakland þessara myndar og akkur kominga og svona en þetta New Line Cinema er eiginlega var að hluta til stofnað af ýmsum svona gæjum sem hefði verið í sjónvarpsbransanum í kvikmyndabransanum þannig að þeir rifis út úr öðru batteríi en er eitt stærsta framleiðslufyrirtæki í Bandaríkjunum í dag og það er fyrsta framleiðsla var á Íslandi. Það er nefnilega drepfyndið því að svona stuttumáli sagt þá er þessi mynd drepfyndin. Já. Hún er ekki fyndin eða þú getur sko hún á ekki vera fyndin en hún er það óvart. Hvað hann var hallarsleg. Já. Og hérna hún er náttúrulega samsuða úr einhverjum 4 Íslendingasögum. Já. Njálssögu meðal annars. Já, en maðurinn sem skrifaði þetta handrit sem hét Michael Chapman frægur tökumaður í Bandaríkjunum Begg Óskarsson, hann skrifaði þetta handrit því hann var alveg upp við Íslendingasögurnar. Já, þekkti Íslendingasögurnar betur en margir Íslendingar sem eru eitthvað inn í Íslendingasögum og hann samsuðaði þetta úr Njálssögu, Egilssögu og sjálfsagt eitthvað og Gíslasögu og Laxdælu og gerði eitthvað svona skrýtna parodí úr þessu öllu saman. Upphaflega handritið var mjög gott. Já. Ég las það. Ég var ráðinn í ákveðið hlutverk, vondakallinn. Einmitt. En svo breyttist handritið. Í Hollywood er nefnilega þannig að þeir eru ekkit svona sérlega svona traustveikjandi með handrit. Þegar handrit er komið í vinnslu og það er byrjað að mynda myndina þá geta þær breytt handritinni á meðan að tökum stendur. Já. Og ég hef lent í því nokkru sinnum, bæði í leika í bíómyndum, lent í þessari mynd og svo bara hef ég upplifað það sem vera við framleiðslu á bandarskum bíómyndum. Þá breyta þær handritinu og mér geta gert það mjög drastist. Já. Þannig að kannski þú veist ekkert af því meðan að framleiðslunni stendur.
Já, og í Þannig að- Hollywood reynt svo mikið að höfða til eins marga eins og hægt selja eins marga miða eða hvað Já, sem þetta kannski kemur ekki til það bara svo, þessi iðnaður í Bandaríkjunum svo stór og það svo margir sem koma að þessu, einni bíómynd. Það getur fyrir fleiri 100 manns Já. og svo eru fjárfestar og það eru framleiðendur og þeir geta farið að rífast á meiri leið Já, og bara breytum kúrs. Algjörlega sem sagt, á þess að nokkur fá að vita af því. þessi myndaflega einhvern veginn, hún hefði einhvern veginn geta orðið alvarleg og góð en Já. hún einhvern veginn bara sprengklægileg. Já, og það bara seginsaga, bara eins og í leikhúsi eða í kvikmyndagerð, ef þú ert með handrit og ef allir eru ekki með inn á breytingunni sem kannski verður einhver mjög drastisk breyting, þá verður þetta alltaf skakt. Já, ég held að Þetta verður alltaf eitthvað skrítið. Þetta er bara eins og að sigla skipi já, úr höfn og ef áhöfnin er ekki með inn á kúrsinum, já. þá verður þessi sjóför ekki skemmtileg. Einn er allt í einu bara nei, þetta er flugvél. Já, nei, Þetta er við ekki skip, þetta er ætlum að fara á flugvél. Já. miðin fyrir vestan Já, en það var eitthvað sem tók ákvörðun að fara fyrir austan og segja einhver frá því já. og enginn er tilbúin Við til erum með leiðsögumann fyrir miðin en við erum að fara á Bahamaeyjar. Já, eða hvernig sé það nú, Já. þetta er svona kannski svolítið einföld skýring eða myndlinging, en þetta er bara veit aldrei á gott og ég til að segja þessu tilfelli með þessa vikingamynd þarna, amerísku, þá breyttu endinum og þeir breyttu áherslánum í þessari mynd alveg hægri og vinstri, þannig að maður vissi ekkert í hvaða mynd maður var að leika, sko. Var þetta ekki svolítið svona bara eiginlega sjokkarandir, þú sást? Jú, þetta var Myndin sjokkandi á fyrir mig, ég var ungur nýjútskrifaður, ég var búin að vera í leikhúsinu í 3 ár. Þetta var kannski ekki sjokkerandi, þú veist, maður bara tókur sér sem þetta var, svo var maður bara fann að hlæja að þessu, sko. Já, Því að ég vissi aldrei hvaða handrit ég átt að fara eftir. Ég var komið ykkur 7-8 handrit í hendunar og ég var alltaf að spyrja framleiðenduna hvaða handrit á ég að nota til þess að vita hvaða senu ég er að fara á morgun og þeir voru að rífast það kannski fyrir fram á mig. vá. En þetta var svona, þetta var skemmtileg paradía, en ég var að vinna þarna með fólki og margir íslenski kvikmyndagerðarmenn fengu fyrsta skipti að vinna við alvöru framleiðslu. Já, Það er að segja, það var ekki spurning um peninga og þarna sáu íslenski kvikmyndagerðarmenn kannski í raun, fyrsta skipti, hvernig alvöru bíómyndir búið til út í heimi. já, Hér heima höfðu menn verið að búa til bíómyndir náttúrulega bara við einhverja skrýtnistu aðstæður sem til það eru. bara krafsa sér svona fram á Krafsa þessu. sig áfram, kannski ekki með neina peninga Já. og kannski vantaði tæki og vantaði þekkingu og svona. Þarna fengu menn innsýn og þekkingu Já. og þetta má eiginlega segja að sé upphafið af þessari lélegu bíómynd var eitthvað til sem við getum kallað í dag alvöru kvikmyndagerð, íslensk kvikmyndagerð. Já, þannig að þessi mynd í rauninni eins kaltæðislegt og það er, þá skilur hún ótrúlega mikið eftir sig bæði hérna á Íslandi og síðan náttúrulega er þetta byrjun á New Line Cinema sem er risi sem að gerir Já, en svona, fyrir episkar myndir. en þarna fekk fólk að vinna og kynnast fólki frá Hollywood. Já, Íslendingar sem er að vinna við kvikmyndagerð fengu að kynnast, sjá hvaða tól og tæki voru til og hvað Já. er hægt að gera og fengu þjálfun og þarna fengu líka þeir sem eru að sinna allir með þessum erlendu kvikmyndafyrirtækjum í dag fengu að sjá bara hvernig á að gera þetta já, í framleiðslu já, ferlinu. ekki kannski horfa á myndina til þess að hugsa hvernig áttu að búa til mynd en sko, það eru kannski margir svona almennir svona kvikmynda áhuga með eða fólk sem horfur á kvikmyndir, það gerir sig ekki grein fyrir hvað er flókið að gera kvikmynd. Já, bara að gera kynningarmyndband fyrir, þú veist, eitthvað 3 mínúta kynningarmyndband er flókið mál. En sko bara kvikmyndagerð, ef þú ætla að fóra til kvikmyndagerð, það tekur til sín bara svo ofboðslega þjónustu Já, og þetta er dýr þjónusta og ég með þetta er gisting, það eru bílaleigubílar, það er tól og tæki, það er þekking, mannus þekking. Þetta er bara, þetta er all kategórian. Þess að þegar maður er að segja fólk eða fólk heyrir að Hollywood myndi kosta einhverja 15, 20, 30 milljarða, já, það skilur ekki út í hvað þessi peninga fara, en það skilur það þegar það kemur á einn tökustað já. og sér hvað er umleikis. Ég meni hugsaði bara að reka fyrirtæki, vinnustaf, þar sem Já. allir er að mæti vinna. Einhver þarf að gefa fólkinu að borða. Einhver þarf að bara sjá að öll tæki og tól koma á réttan stað. Já. Panta bíla, sjá til þess framleiðslan, bara allt að koma öllum þessum myndavélum upp á hálendi. Þú veist, fá þyrlu eða drón til að taka myndir, þetta er endalaust batteri. Þetta Ég er tók ekkert þátt í framleiðsluferli á Ben Stiller myndinni sem hann gerði hérna Secret Life of Walter Mitty sem hann gerði hérna 2013 Já, sem var gríðarlega stór framleiðsla. Það voru tæplega 400 mann sem vann við þessa mynd, já. unni við þessa mynd segi ég.
Og ímyndaður bara að reka 400 manna vinnustað til dæmis. Já, þetta ekki venlegu vinnustaður. Nei. Það verið að flytja fólk fram og tilbaka. Já. Það verið að flytja stór tæki og mikil tæki fram og tilbaka. Ég meina þarna vorum við með 120-30 bílaleigubíla, við vorum með 80 trukka. Já. Og þetta vorum við að spíkspora með Ísland, þvert og endilangt. Já. Og þetta tekur til sín alls konar þjónustu og þannig að þetta iðnaður. Já, þetta það. Rosalega stórt dæmi, sko. Furða líka að hann hefði bara notað Ísland sem bæði Grænland, Ísland og Himalajafjöll, af því að fara líka til Grænlands, Himalajafjalla, skilurðu, afskekktra staðin Íslands og taka, það hefði bara verið brjálaður kostnaður. Það segir okkur hvað Ísland gott land að þessu litinu til, svona landslags þetta kvikmyndalega séð, það gott fyrir kvikmyndagerðarmenn. Hér stutt í allt, flesta mismunandi location, eða þess að tökustæði. Já. Þú getur verið á jökli, Já. þú getur verið á Svörtursandi, þú getur verið í Döl, Grænudal, þú getur verið í Þorpi, þú getur verið í Reykjavík. Tiltölulega auðvelt miðað við önnur lönd. Já, Grænland náttúrulega bara ómögulegt land, til dæmis. Það mjög erfitt. Já, ég held, Grænland hefur bara ekki þann strúktúr sem það var til. Himalajafjöll, þú veist. Já. Mjög erfitt. Já. En hvert finnst þér eiginlega þróunin vera komið núna í íslenski kvikmyndagerð? Ég held að hún sé bara á mjög góðu stígi. Íslensk kvikmyndagerð síðustu 5 til 10 ár hefur stendur bara mjög vel. Svona ef við horfum á það bara hvað íslenska kvikmyndir eru að fá dreifingu erlendis. Sjónvarpsþættir, ef við getum talað eins og ófærð sem dæmi, og bara íslenska kvikmyndir eru að fá fullt af alþjóðlegum velunum. Það segir okkur að við erum að gera eitthvað rétt. Já. Og en þetta náttúrulega tekið sín tíma að læra inn á þetta form, en ég minna skoðu bara, ef Íslendingar skoða bara hvað íslenska bíómyndir eru búin að halina velunum síðustu 5 árin. Já, þú átt nú einn strák í einni sem að Hjartasteini sem að vann. Já, Hjartasteinn held ég að sé búin að fá 40-50 alþjóðleg velun. Já, það er gríðalegt. Og ég tengist þeirri mynd kannski óbeint, svona minn leik í henni. Já, Blær. Já. Líka eitt aðalhlutverkið og hann það var svona öskubusku ævintýri fyrir hann. Já. Og ferðast allan heim á kvikmyndahátíðir 15-16 ára gamall. Já, hann var heldur ekkert búin að vera svo brjálæðislega mikið í leiklist, hann var aðal í handbolta, er það ekki? Jú, hann hafði ekkert leikið aður. Þannig að þetta er algjört öskubusku ævintýri, hann kemur fyrir bara... hann, og þess að bara fyrir myndina sem heild, og þess að 2 stráka, Baldur Einarsson sem leik með hann. Þannig að það er bara ótrúlegt ævintýri, og ég minna við getum það er bara, þú veist, ég fekk tækifæri til að fara með honum á nokkra kvikmyndahátíðir og sjá viðbröðið. Þetta er mikla mynd sem fjallar svolítið svona málefni sem kannski er skrítið að vera á kvikmyndahátíð í Múslimaríki. Já, það er fróðlegt að sjá. Það er að segja að mynd sem fjallar það er kannski ekki allir sem að sé þessa mynd, en sem tekur á samkynhneigð. Einhver svakalegsta stund sem ég átt að vera í bíóhúsi í Marrakech í Marokko. Það sem voru, örugglega 800 múslimar að horfa á þessa mynd sem fjallar samkynhneigð. Já. Og ég segi við son minn, þegar myndin er farin að enda, þá er útgangur þarna, við hlaupum út. Já. Þetta var eitthvað svona paranoia mér, en svo var alveg ótrúlega stund þegar myndin lauk, þá stóð fólk upp og klappaði. Já. Og það við vitum það alveg að Marokko kannski það er ekki strangtrúað múslimaríki, en þeir eru kannski aðeins komið framar í þessari umræðu með samkynhneigð og ýmislega svona réttindi manna, en þar var ótrúlega augnablik sem við upplýðum. Já, það er það bara alveg frábært að svona kvikmynd geti kannski fært hlutina þessi réttari horfur. Já, blessaði verðum maður. Hann fór til Mexíkó og sem eru kannski aðeins komnir framar í þessu, en þessi mynd, ef við tökum bara þessa Hjartastein mynd út, þá er hún fyrir mörg samfélag í heiminum vekur upp spurningar og fær fólk til að ræða málin. Já, ég held svolítið líka mikið eins og með það sem hefur verið áður fyrir svolítið mikið homahattur í heiminum og er í summi heimslutum ennþá. Að málið ef þú þekkir bara, ef það er rosalega mikla refsingur og hatur gagnvart því að vera samkynhneigður, þá náttúrulega þú enginn að koma úr skápnum. Já. En leið og maður sem persóna þekkir bara fullt af
hommum og lesbíum, þá gerir maður sér bara grein fyrir þetta eðlilegt fólk. Já. Þannig leið og þetta fólk getur komið út úr skápnum, þá fer að kynnast þeim, það er kannski búið að tala hvað þau vilji gera, ljóta hluti valla þess að homma eða eitthvað, með kannski homma við hliðin á sig sem að þá náttúrulega bara hugsar, já, best að ég sé ekki að útskýra mín mál hérna. Og svo Það leið kynnist þessu fólki og sér kannski í bíómynd að þetta er bara einhver það getur upp af eðlilegur maður að þá vakna algjörlega. hlutirnir. En þið hlust á Flöskjúldarpi sögu, það er á enda runnið í dag og við ætlum að þakka Hinriki Ólafsson kærlega fyrir komuna hér í dag og gaman að heyra sko hvað hann er fróður íslenska hestin, það er gaman að því og kvikmyndir og margt annað Já, bara allt sem við kemur í Íslandi Já, má ég segja það og Sögu og menningu Já, þannig að við ætlum að þakka það fyrir í dag og Jóhann Kristinsson Rökkviðsson kveðja og við ætlum að enda á þættinum eins og við byrjuðum hann á íslenska hestinum því að við ætlum að heyra skriðöglana og lagið Hestur. Verið sæl.